Góðan daginn og selvverði og velkomin til ráðstefnu Farás 2020 sem rafræn að þessu sinni út af ástandi sem þið þekkið. Ég heiti Sveinn Steinarsson, formaður félags hrossabænda og Farás. Og ég heiti Elsa Albertsdóttir og ræktunarleiðtogi íslenska hestsins á Íslandi. Við ætlum að fara yfir árangur í kynbótastarfinu á árinu og það er að mörgu að taka eins og vanalega. Við héldum landssýningu í sumar sem voru okkar viðbrögð við því að ekki var hægt að halda landsmót. Og það var alveg frábær dagur í raun og veru og þrátt fyrir ástandið og ætlum við kíkjum ekki núna á efstu hross í hverjum flokki, 3 efstu hross. Með 3. hæstu einkunn ársins í flokki 4 vetra hryssna var drift frá Austurási með 8,24. Ræktendur driftar eru Ragnhildur Loftsdóttir og Haukur Baldvinsson, en eigandi er Anja Egger Mæjer. Drift er dóttir Draupnis frá Stuðlum en fyrstu afkvæmi hans komið til dóms í ár. Drift er stólpagripur, skrefmikil, samstarfsfús og flugahestefni. Drift stóð efst 4 vetra hryssna á landsýningunni. Með aðra hæstu einkunn ársins eða 8,28 var list frá Efstaseli. Sýnd á miðsumarsýningu á Gaddstaðaflötum. Ræktendur hennar eru Daniel Jónsson og Hilmar Sæmundsson og eigandi er Gæðingar EHF. List er undan Skaganum frá Skipaskaga og gæðingamóðurinni Leiti frá Neðraseli. List er afar fínleg og framfalli hryssa. Þá er gæðisefni á gangi, hágeng og viljug með 8,27 fyrir hæfileika. Með hæstu einkunn ársins í 4 vetra flokki hryssna í ár var Eygló frá Þúfum með hvorki meira né minna en 8,59. Ræktandi hennar og eigandi er Mette Mannseth. Eygló er undan Eldi frá Torfunesi og Happadísi frá Stangarholti. Hún er afar fríð og vel gerð hryssa í sköpulagi. Þá er hún skrefmikil og skrokkmjúk. Þjál með léttan og fyrirstöðulausan vilja. Með 3. hæstu einkunn ársins í flokki 4 vetra stóðhesta er Árvakur frá Auðsólshjáleigu, en hann var sýndur á miðsumarsýningu á Hellu og hlaut 8,26 í aðalengun. Ræktendur eru Kristbjörg Eyvindsdóttir og Gunnar Arnarsson og eigandi er Gunnar Arnarsson EHF. Árvakur er undan Álfarni frá Syðri Gegnishólum og Rými frá Auðsólshjáleigu. Árvakur er stólpagripu sem á framtíðina fyrir sér, myndalegur og skrefmikill og hlaut hann 8,34 fyrir sköpulag. Þá er hann afar efnilegur alhliða hestur og hlaut fyrir hæfileika 8,22. Með aðra hæstu einkunn ársins var Skygnir frá Skipaskaga, en hann hlaut 8,35 í aðalengun. Ræktendur hans eru Sigurveig Stefánsdóttir og Jón Árnason, en eigandi er Skipaskagi EHF. Skygnir er undan Skýr frá Skálakoti og Skynjun Þóroddsdóttir frá Skipaskaga. Skygnir er glæsilega gerður hestur með 8,56 fyrir sköpulag. Skygnir er efnilegur alhliða hestur með 8,23 fyrir hæfileika. Með hæstu einkunn ársins í flokki 4 vetra stóðhesta og efstur á landsýningunni var Róbert frá Kirkjufelli með 8,45 í aðalengun. Ræktandi hans er Bryndís Mjöll Gunnarsdóttir og hún er einnig eigandi ásamt Skipaskaga EHF. Róbert er undan Skýr frá Skálakoti og Gjólu Gustóttur frá Skipaskaga. Róbert hlaut 8,54 fyrir sköpulag. Þá fékk hann 8,39 fyrir hæfileika og er Róbert efni í myndalegan skrefmikil, gangkreinan og þjálan alhliða hest. Með 3. hæstu einkunn ársins í flokki 5 vetra hryssna var Kastanía frá Kvistum með 8,43, en hún var sýnd á miðsumarsýningu á Gaddstaðaflötum. Ræktandi hennar og eigandi er Kvistir EHF. Kastanía er undan Ómi frá Kvistum og Kötlu frá Skíðbakka 3. Hún hlaut 8,06 fyrir sköpulag. Þá hlaut hún 8,63 fyrir hæfileika.
Afar flink og mögnuð á tölti með 9,5 fyrir bæði tölt og hægtölt. Ótrúlegar einkunnir fyrir svo ungt hross. Með aðra hæstu einkunn ársins undrahrossi Lydia frá Eystrihól. Hún hlaut í aðalengun 8,46. Ræktandi hennar og eigandi Hestar EHF. Lydia undan Lexus frá Vatnsleysu og Octavíu frá Feti. Lydia fegur að djásn og sérstaklega framhá og sjálfberandi að svo ungur hross að vera. Þá hlaut hún 9,5 fyrir tölt, stökk, samstarfsvilja og fegur í reið. Sannarlega eitt eftirtekta verðasta hross sem kom fram í ár. Með hæstu einkunn ársins var svo Álfamær frá Prestbæ, en hún hlaut 8,55 í aðalengun. Ræktendur og eigendur Inga og Ingar Jensen. Álfamær undan Spuna frá Vesturkoti og Þóru frá Prestbæ. Álfamær velgerð hrissa, hún skremmikil og skrokkmjúk alhliða hrissa. Snillingur á skeiði en hún hlaut 9,5 fyrir skeið, sniðföst taktrein og Ingar jafnvægis góð. Hún hlaut einnig 9,5 fyrir samstarfsvilja, endar afar taugasterk, þjál og flugviljug. Með þriðju hæstu einkunn ársins í flokki 5 metra stóðhesta var Sindri frá Hjarðartúni með 8,58 í aðalengun. Ræktandi Óskar Eyjólfsson og eigendur Einhyrningur EHF, Bjarni Elvar Pétursson og Kristín Heimisdóttir. Sindri undan Stála frá Kjarri og Dögun frá Hjarðartúni. Sindri ágætlega gerður í sköpulagi. Þá hann frábær alhliða gæðingur með 8,75 fyrir hæfileika, hágengur, fimur og rúmur. Með aðra hæstu einkunn Hilmir frá Árbæðahjáleigu með 8,64 í aðalengun. Ræktandi hans Marjulan Tíben og eigandi Katrín Taylor Síhan. Hann var sýndur á miðsumarsýningu á gaddstaflautum. Fyrir sköpulag hlaut hann 8,50 en hann afar jafnvel skapaður hestur. Fyrir hæfileika hlaut hann 8,72 en hann skrefmikill, hágengur, þjáll og yfirvegaður. Hæstu einkunn í þessum flokki hlaut Leynir frá Garðshorni á Þelamörk, en hann hlaut 8,77 í aðalengun. Ræktendur hans Agnar Þór Magnússon og Birna Tryggvadóttir og eigandi Sporthestar EHF. Leynir undan höfðingja frá Garðshorni á Þelamörk og Grósku frá sama bæ. Leynir hlaut 8,58 fyrir sköpulag með afar hátt settan, kveldan og reistan háls og sterka yfirlínu. Leynir hlaut fyrir hæfileika 8,88, afar viljugur og samstarfsfús, rúmur og teyjumikill í ganglægi með 9,5 fyrir samstarfsvilja. Áhugavert að nefna hrissuna sem var í 4. sæti í þessum flokki en það klárhrissan Svarta Perla frá Álfhólum. Ræktandi hennar Sara Ástórsdóttir en eigandi Milfarm Corp EHF. Hún undan Eldhuga frá Álfhólum og Dimmuborg frá Álfhólum. Svarta Perla eitt eftirtektaverðasta hross sem kom fram í ár, en hún hlaut 9,5 fyrir tölt, brokk, hægt stökks, samstarfsvilja og fegri reið. Þá hlaut hún einnig 9,5 fyrir samræmi en hún afar fínleg, þurrbyggð og framhá. Svarta Perla einstök hvað léttleika varðar og býr yfir miklu fjæðumagni og flinkheitum á gangi. Næm, létt og spilandi viljug. Í flokki 6 vetra hryssna með þriðju hæstu einkunn ársins var Þrá frá Prestbæ, en hún hlaut í aðalengun 8,59. Ræktendur og eigendur Inga og Ingar Jensen. Þrá undan Arjón frá Eystra Fróðholti og Þóru frá Prestbæ. Þrá með 8,40 fyrir sköpulag. Hún býr yfir mikilli skrokkmykt, fótaburðu og teygju. Með aðra hæstu einkunn ársins var Líf frá Lerkiholti. Ræktendur og eigendur Kári Steinsson og Lerkiholt EHF. Líf undan Stála frá Kjarri og Maríu í Feti. Líf með 8,06 fyrir sköpulag. Þá Líf afar mögnuð, alhliða hrissa, hágengur rúm og hlaut meðal annars 9,5 fyrir skeið. Með hæstu einkunn ársins í 6 vetra flokki hrissna var Askja frá Efstugrund. Ræktendur hennar og eigendur Sigríður Lóa Gissuradóttir og Sigurjón Sigursson. Askja undan Skýr frá Skálakoti og Kötlu frá Ytri-Skógum. Hún stóð efst í ár í sínum flokki á landsýningunni.
Askja stórbrotin gæðingur, næm, afar viljug og virkjamikil á gangi. Hún hlaut 8,82 fyrir hæfileika, þar af 9,5 fyrir brokk. Í flokki 6 vetra stóðhesta með 3. hæstu einkunn ársins var Tumi frá Jarðbrú með 8,61 í aðalengun. Tumi undan Trimbli frá Stóraási og Gleði frá Svarfhóli. Ræktandi og eigandi Þröstur Karlsson. Tumi hlaut fyrir sköpulag 8,56 en hann með afar sterka yfirlínu í hálsi og baki og hálsin reistur og rétt lagaður. Fyrir hæfileika hlaut Tumi 8,63. Hágengur og léttstígur og engar taktviss og öruggur á brokki. Með aðra hæstu einkunn ársins var Eldjárn frá Skipaskaga með 8,72. Ræktandi hans Jón Árnason og eigandi Skipaskagi EHF. Eldjárn undan Jarli frá Árbæjarhjáleigu 2 og Glímu frá Kaldbak. Eldjárn stórmyndalegur, sterkbyggður og prúður hestur með 9,5 fyrir fótagerð og 10 fyrir prúðleika. Fyrir hæfileika hlaut Eldjárn 8,71, mjúkur og taktrætt og tölti, fermikill og öruggur á skeiði, viljugur með afar traust á lund og fastmikla framgöngu. Með hæstu einkunn ársins í þessum flokki var svo Viðar frá Skör með 8,89 aðalengun. Ræktandi hans Karl Áki Sigursson og eigendur Flemming Fast og Gitti Fast Lambertsen. Viðar undan Hrannari frá Flugumýri 2 og Vá frá Auðsólshjáleigu. Viðar hlaut fyrir sköpulag 8,76, þar sem hæst ber 9,5 fyrir samræmi. Þá hlaut Viðar 8,96 fyrir hæfileika, þar sem hæst ber 9,5 fyrir brokk. Hann skrokkmjúkur, skrefmikill og hágengur og voldugur á brokki. Með 3. hæstu einkunn ársins í elsta flokki hryssna, 7 vetra og eldri, var Auður frá Varmalandi í Sæmundahlíð með 8,60. Ræktendur og eigendur hennar Birna Sigurbjörnsdóttir og Sigurgeir Þorsteinsson. Auður undan Auði frá Lundum 2 og Flugu frá Varmalandi. Auður glæsileg og velgerð hryssa með 8,83 fyrir sköpulag, þar af 9,5 fyrir bak og lend. Auður alhliðar hryssa með 8,48 fyrir hæfileika. Jafnar með 8,73 í aðalengun það Hremsa frá Álftagerði 3 og Fold frá Flagbjarnarholti. Hremsa undan Eldi frá Torfunesi og Gjálp frá Álftagerði 4. Ræktendur Arngrímur Geirsson og Gíja Sigurbjörnsdóttir en Gíja eigandi hryssunar. Hremsa myndaleg og öflug alhliðar hryssa með 8,43 fyrir sköpulag. Reist framhá og fótahá. Þá hún gæðingur á gangi með 8,89 fyrir hæfileika, þar sem hæst ber 9,5 fyrir brokk. Einnig með 8,73 í aðalengun var á árinu Fold frá Flagbjarnarholti, en hún stóð ofar á landsýningunni þar sem hún var hærri fyrir hæfileika. Fold undan Ómi frá Kvistum og Gyðju frá Baldursdóttir frá Lækjabotnum. Fold fínleg og prúð hryssa með afar sterka yfirlínu í baki. Þá hún flink á gangi, léttstíg og hágeng með 9,5 fyrir skeiðenda frábær og þær gangtegund. Þá hún afar vilju og þjál með 9,5 fyrir samstarfsvilja. Með hæstu einkunn ársins í elsta flokki hrysna Harpa Sjöfn frá Hvolsvelli, en hún var sýnd á síðsumarsýningu á Hólum. Ræktendur hennar Helga Friðgeirsdóttir og Ásmundur Þórisson og eigendur Anja Egger Mæjer og Bjarni Jónasson. Harpa Sjöfn undan Mjölni frá Hlemmiskeiði 3 og Orku frá Hvolsvelli. Harpa með 8,70 fyrir sköpulag. Reist, sterkbyggð og bolfalleg. Þá hún fjölhæfur alhliða gæðingur, skrefmikil og gangkrein með 8,95 fyrir hæfileika. Í elsta flokki stóðhesta með 3. hæstu einkunn ársins var Rauðskeggur frá Kjarnholtum 1 með 8,87 í aðalengun. Ræktandi og eigandi hans Magnús Einarsson. Rauðskeggur undan Kiljan frá Steinnesi og Heru frá Kjarnholtum. Rauðskeggur þekktur gæðingur og fór í ár í sinn hæsta dóm.
Fyrir sköpulag hlaut hann 8,76 með reistan, hátt settan og kveldan háls, framhár og fótahár með sterka yfirlínu. Fyrir hæfileika hlaut hann 8,92 þar sem hæst beri 9,5 fyrir skeið og samstarfsvilja. Með aðra hæstu einkunn ársins var Sólon frá Þúfum, en hann undan Trimbli frá Stóraási og Kommu frá Hóli við Dalvík. Ræktendur eru Gísli Gíslason og Mette Mannseth. Sólon með 8,51 fyrir sköpulag, með reistan og mjúkan háls, hátt frambak og myndalegur og velli. Þá Sólon með afar fallega framgöngu undir manni, nýtir hálsinn afar vel, reistur og kveldur með léttar og háar hreyfingar. Hann hlaut 9,5 fyrir tölt og 10 fyrir samstarfsvilja, enda saminar hann mikinn vilja, næmni og yfirvegun. Með hæstu einkunn ársins í elsta flokki stóðhesta í ár var Álfaklettur frá Syðri Gegnisólum með 8,94 í aðalengun. Ræktandi og eigandi hans Úlil Amble. Álfaklettur undan Stála frá Kjarri og hinni mögnuðu Álfadísi frá Selfossi. Álfaklettur hlaut fyrir sköpulega 8,82 enda afar fríður á höfu með reistan, kveldan og fínlegan háls. Sterka yfirlínu og einstakt samræmi, framhár, léttbyggður og fótahár. Fyrir hæfileika hlaut hann 9,01. Hann var efstur á landsýningunni í elsta flokki stóðhesta og skartaði þar sínu miklu og góðum kostum, léttleika, fimi og fjölhæfni og afar heillandi framgöngu. Þetta var nú aldeilis frábær sýning á honum Álfakletti frá Syðri Gegnisólum hjá henni Úlil Amble. Já, þetta voru glæsilega sýningar, óhætt að segja það og frábært því okkur núna að eiga upptökur af þessum sýningum. Eins og kom fram í inngangi þá erum við að halda rafræna viðburð núna og þess vegna þurftum við að fara á milli aðila til að veita verðlaun og það var auðvitað skemmtilegt að hitta fólk þó aðstæður séu skrýtnar. Og eigum við þá ekki að kíkja á fyrstu verðlaun dagsins sem eru veitt af Hrossræktarsamtökum Suðurlands fyrir hæststæmda litföróttar hross ársins sem að þessu sinni hryssa. Hryssan litbrá frá Langhúsum í Fljótum. Hryssan var sýnd í sumar sem sagt og fékk þá einkunn upp á 8,17 í sköpulagseinkunn, 7,95 í hæfileikaeinkunn og 8,03 í aðalenkunn eða 7,97 skeiðlaust ef að við viljum nota þá viðmiðunareinkunn líka. Núna mun Sigríkur Jónsson afhenda sem formaður Hrossræktarsamtaka Suðurlands sem ábyrg fyrir þessari verðlaunaveitingu. Hann mun nú afhenda eiganda verðlaunaskjölin. Þakka þér fyrir, kærlega. Til hamingju. Já, takk. Já, það gaman að gera ræktun á litföróttarhrossum hátt undir höfði með þessum hætti. Já, og gaman þegar vel gengur. Aldeilis. En ef maður fara þá í næstu verðlaun dagsins sem veitt fyrir hæstu hæfileikaeinkunn án skeiðs, án áverka. Artúr frá Baldurshaga, undan Ársæli frá Hemlu 2 og Kengálu frá Búlandi. Ræktaði að Baldri Eiðsinni og eigu Tér hesta EHF. Hlaut á vorsýningu á Sörlastöðum í Hafnarfirði hæstu aldursleiðréttu aðalenkunn ársins án skeiðs eða 9,12. Sýnandi hans var Teitur Árnason. Já, þetta var aldeilis frábær sýning hjá honum, Teiti á honum Artúr. Já, heldur betur. Og eigum við þá ekki að vinda okkur í að veita verðlaun fyrir hæstu hæfileika einkunn ársins fyrir alhæðarhross án áverka. Þórarinn Eymundsson sýndi veg frá Kagaðarhóli í hæstu hæfileika einkunn ársins án áverka eða 9,03 á vorsýningu á Hólum í Hjaltadal. Vegur undan Seið frá Flugumýri 2 og Óperu frá Dvergstöðum. Hann ræktaður og í eigu Víkings Þórs Gunnarssonar og Guðrúnar Jóhannu Stefánsdóttur. Já, aldeilis glæsilegt hjá Þórarni, en ef ekki að vinda okkur í heiðursverðlaunarhryssurnar? Jú, og í ár það 31 talsins sem hljóta heiðursverðlaun fyrir afkvæmi, hafa aldrei verið fleiri, vanlega milli 5 og 10, en breytingarnar á kynbótamatinu sem gerða voru vor eru stóra ástæða þess
að hluta til út af því að nú veitum við heiðursverðlaun fyrir afkvæmi byggt á aðalengun án skeið. En stór hluti og líklega stærsta ástæðan er nýr eiginleiki sem kom inn í kynbótamati sem er mæting til dóms. Sending frá henni hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 108 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Sending er undan verði frá henni og ljósku frá henni. Ræktandi hennar er Eindís Kristjánsdóttir og eigandi Eindís Kristjánsdóttir og Haraldur Þór Jóhannesson. Næst í röðinni er Gáska frá Álfhólum með 110 stig í kynbótamat aðalengunar. Gáska er undan Gáska frá Hofstöðum og Blíðu frá Álfhólum. Ræktandi og eigandi hennar er Sigríður S. Valdimarsdóttir. Jórún frá Blesastöðum hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 112 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Jórún er undan Sveini Hervari frá Þúfu og Fjólu frá Haga. Ræktandi hennar er Sigurður Rúnar Andrésson og Jóhanna Haraldsdóttir. Eigandi er Magnús Trausti Svafason. Elding frá Hóli hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 112 stig í kynbótamat aðalengunar. Elding er undan Hrynjanda frá Hrepphólum og Glódísi frá Skarsá. Ræktandi hennar er Bjarni H. Jónsson, eigandi Þjórsarbakki e.h.f. Sveina frá Þúfu hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 112 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Sveina er undan Sveini Hervari frá Þúfu og Dröfn frá Þúfu. Ræktandi hennar er Guðni Þór Guðmundsson, eigandi Guðni Þór Guðmundsson og Anna Berglind Indriðadóttir. Tara frá Lækjabotnum hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 114 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Tara er undan Hrannari frá Kýrholti og Emmu frá Skarði. Ræktandi hennar er Jónína Hrönn Þórðardóttir. Hún er einnig eigandi ásamt Torfunesi e.h.f. Esja Sól frá Litlubrekku hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 116 stig í kynbótamati aðalengunar. Ræktandi og eigendur hennar eru Vignir Sigursson og Jónína Garðarsdóttir. Esja er undan Núma frá Þóroddstöðum og Elju frá Ytri Hofdölum. Spóla frá Syðri Gegnishólum hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 116 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Spóla er undan Sjóla frá Dalbæ og Drottningu frá Sæfelli. Ræktandi hennar er Ólafur Jósefsson og er hann einnig eigandi ásamt Austurás hestum e.h.f. Hrauna frá Húsavík hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 116 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Hrauna er undan Orra frá Þúfu og Urði frá Hvassafelli. Ræktandi og eigandi hennar er Gísli Haraldsson. Surtsey frá Feti hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 116 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Surtsey er undan Orra frá Þúfu og Smái frá Feti. Ræktandi hennar er Brynjar Vilmundarson og eigandi Sveinbjörn Bragason. Gráhildur frá Selfossi hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 116 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Gráhildur er undan Randver frá Nýjabæ og Musku frá Stangarholti. Ræktandi og eigandi hennar er Úlil Ambli. Urður frá Sunnuhvoli hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 117 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Urður er undan Þorra frá Þúfu og Sögu frá Litlu Sandvík. Ræktandi hennar er Anna Björg Níelsdóttir, eigandi Sunnuhvoll e.h.f. Kyrrð frá Stangarholti hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 118 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Kyrrð er undan Suðra frá Hálsmúla og Lygnu frá Stangarholti. Ræktandi og eigandi hennar er Mette Mannseth. Nótt frá Ármóti hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 118 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Nótt er undan Orra frá Þúfu og Nös frá Þverá í Skíðadal. Ræktendur og eigendur hennar er Hafliði Halldórsson og Jan
Dan og Jósefín Everett. Alda frá Brautarholti hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 118 stig í kynbótamat aðalengunar. Alda undan Din frá Hvammi og Öskju frá Miðsitju. Ræktandi hennar Snorri Kristjánsson. Eigendur eru Snorri, Björn og Þrándur Kristjánssynir. Hilda frá Bjarnarhöfn hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 119 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Hilda undan Forseta frá Vossabæ og Perlu frá Bjarnarhöfn. Ræktandi hennar Hildibrandur Bjarnason og eigandi Anna Dóra Markusdóttir. Leiti frá Neðraseli hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 119 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Leiti undan Ófeigi frá Flugumýri og Lukku frá Kvistum. Ræktandi hennar Hilma Sæmundsson og hann einnig eigandi ásamt Jóhönnu Einarsdóttur. Dúsa frá Húsavík hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 119 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Dúsa undan Ypsilon frá Holtsmúla og Birnu frá Húsavík. Ræktandi og eigandi hennar Vigni Sigur Ólafsson. Gná frá Ytriskógum hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 119 stig í kynbótamati aðalengunar. Gná undan Orra frá Þúfu og Hrefnu frá Ytriskógum. Ræktandi og eigandi hennar Ingimundur Vilhjálmsson. Gerða frá Gerðum hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 120 stig í kynbótamati aðalengunar. Gerða undan Baldri frá Bakka og Litbrá frá Hömluholti. Ræktandi hennar Sigrún Daníelsdóttir. Eigendur Mara Daníela Stábli og Lísa Stábli. Vaka frá Hellubæ hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 120 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Vaka undan Feiki frá Hafsteinstöðum og Gólu frá Hellubæ. Ræktandi og eigandi hennar Gíslína Jensdóttir. Hending frá Úlfstöðum hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 120 stig í kynbótamati aðalengunar. Hending undan Jarli frá Búðardal og Hörku frá Úlfstöðum. Ræktandi og eigandi hennar Helgi Jón Harðarsson. Þruma frá Hólshúsum hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 121 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Þruma undan Þorra frá Þúfu og Bliku frá Hólshúsum. Ræktandi þrumu Þórður Elíasson, eigendur Helgi Jón Harðarsson, Ellingur Ellingsson, Hannes Sigurjónsson og Inga Kristína Campos. Örk frá Stórahofi hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 122 stig í kynbótamati aðalengunar. Örk undan Hrímbaki frá Hólshúsum og Hnotu frá Stórahofi. Ræktandi og eigandi Arkar Bæring Sigurbjörnsson. Storð frá Stöðlum hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 122 stig í kynbótamati aðalengunar. Storð undan Víði frá Prestbakka og Þernu frá Arnarhóli. Ræktandi storðar Páll Stefánsson og Edda Björk Ólafsdóttir. Eigandi Karl Áki Sigursson og Ingólfur Jónsson. Caritas frá Kommu hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 122 stig í kynbótamati aðalengunar. Caritas undan Nagla frá Þúfu og Kjarnorku frá Kommu. Ræktandi Caritasar Vilberg Jónsson, eigandi Takthestar ehf. Myrkva frá Torfunesi hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 122 stig í kynbótamati aðalengunar. Myrkva undan Markúsi frá Langholtsparti og Mánadís frá Torfunesi. Ræktandi Myrkvu Baldvin Kristinn Baldvinsson og eigendur Ástór Jóhannesson og Torfunes ehf. Vordís frá Hvolsvelli hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 126 stig í kynbótamati aðalengunar. Vordís undan Orra frá Þúfu og Orku frá Hvolsvelli. Ræktendur og eigendur hennar Ásmundur Þór Þórisson og Helga Friðbergsdóttir. Þjóð frá Skagaströnd
hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 127 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Ræktandi þjóðar er Þorlákur Sigurður Sveinsson og Sveinn Ingi Grímsson. Eigandi er Þorlákur Sigurður Sigurðsson. Þjóð er undan Orra frá Þúfu og Sunnu frá Akranesi. Happadís frá Stangarholti hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi með 127 stig fyrir kynbótamat aðalengunar. Happadís er undan Hróðri frá Refstöðum og Þórdís Stöng frá Stangarholti. Ræktandi og eigandi hennar er Metti Mansen. Í fyrsta sæti til heiðursverðlauna með 136 stig fyrir kynbótamat aðalengunar og þar með glettu bikar hafin í ár er Þóra frá Prestbæ. Þóra er undan Orra frá Þúfu. Þóra er þriðji liður hreistna í röð sem fær glettu bikarinn undan Þóku frá Hólum sem hlaut þá viðurkenningu 2012 en hún var undan Þrá frá Hólum sem hlaut glettu bikarinn árið 2000. Þóra stóð efst hreistna í sínum flokki 7 vetra og eldri á landsmóti á Vindheiðarmelum árið 2011. Hún var sjálf mjög vel skapaði gæðingur, var fyrst sýnd 5 vetra og hlaut hæst 8,77 aðalengun, 9,08 fyrir hæfileika og meðal annars 10 fyrir skeið og 9,5 fyrir brokk og vilja og geðslag. Öll afkvæmi Þóru eða 5 talsins sem komin á sýningaraldur eru sýnd í fyrstu verðlaun. Þau hafa verið sýnd 4 eða 5 vetra og erfa því eiginleika móður sinna að koma fljótt til sem er gríðarlega verðmætur eiginleiki. Ræktendur og eigundur Þóru er Inga og Ingar Jensen. Já, við óskum ræktendum og eigundum Þóru frá Prestbæ, Ingu og Ingar Jensen, hjartanlega til hamingju með hrísuna sína og hún er vel að þessum verðlaunum komin. Já, aldeilis glæsilegt hjá þeim. Verðmætt að eiga svona grip. En næst skulum við vinda okkur í að veita verðlaun fyrir hæstu aðalenkun ársins sem er aldursleiðrétt. Viðar frá Skör undan Hrannari frá Flugumýri og Vá frá Auðsholtshjálegu ræktaður að Karl Áka Sigurðssyni og í eigu Flemmeng og Gitti Fast Lambertsen hlaut á vorsýningu á gaddstafaflautum hæstu aldursleiðréttu aðalengun ársins eða 8,96. Sýnandi hans var Helga Una Björnsdóttir. Þetta var aldeilis glæsilegt hjá honum Viðari. Já, heldur betur. Og nú ætlum við að veita verðlaun fyrir þann hest sem hlýtur í ár hæstu aldursleiðréttu aðalengun án skeiðs. Teitur Árnason sýndi Artúr frá Baldurshaga í hæstu hæfileika engun ársins án skeiðs án áverka eða í 9,30 á vorsýningu á Sörlastöðum í Hafnarfirði. Artúr er undan Ársæli frá Hemlu 2 og Kengólu fyrir Búlandi. Ræktaður að Baldreiðssyni og eigu Térhesta EHF. En þá skulum við skoða hvað ræktunarbú eru tilnefnd í ár til ræktunarbú ársins af fagráði, en þau eru 13 talsins þar sem að bú í 11. til 13. sæti voru jöfn að stigum. Þau bú sem hljóta tilnefningu til ræktunarverðlauna Bændasamtaka Íslands árið 2020 er í Stafrófsröð Efrifitjar, Greta Brimrún Karlsdóttir, Gunnar Þorgeirsson og Tryggvi Björnsson. Efstasel, Daniel Jónsson og Hilma Sæmundsson. Fet, Karl Vennesson. Flagbjarnarholt, Bragi Guðmundsson, Valgerður Þorvaldsdóttir, Sveinbjörn Bragason, Þórunn Hannesdóttir og fjölskylda. Garðshorn á Þelamörk, Agnar Þór Magnússon og Birna Tryggvadóttir Tollasíus. Hjarðartún, Óskar Eyjólfsson. Ketilstaðir og Syðri Gegnishólar, Bergur Jónsson og Úli Lamble.
Prestbær, Inga og Ingar Jensen. Ragnheiðarstaðir, Helgi Þór Harðarsson og fjölskylda. Skagaströnd, Þorlákur Sigurður Sveinsson og Sveinn Ingi Grímsson. Skipaskagi, Jón Árnason og Sigurveig Stefánsdóttir. Torfunes, Baldvin Kristinn Baldvinsson. Þúfur, Gísli Gíslason og Mette Mansell. Og ræktunarbú ársins 2020 er Já, við óskum Mettu og Gísla innilega til hamingju með stórglæsilegan árangur á árinu. Já, aldeilis glæsilegur árangur og þau vel að þessu komin. Nú komið að síðustu verðlaunum dagsins en við ætlum að veita heiðursviðurkenningu félags hrossabænda en svo viðurkenning er hugsuð sem virðingarvottur við félagsins við eldri aðila sem með framlagi sínu hafa stöðlað að framförum í hrossarækt og félagsstarfi í sinni víðustu mynd. Það þarf fólk eins og þig. Kjarnakona. Það er alls ekki óalgengt að gripið sé til þessa ágæta orðs í mannlýsingum þegar lýsa skal afburða fólki. Hér verður fjallað konu sem blaðamanni Skessuhorns þótti ekki nógu sterkt að kveðið að gefa einhvernina kjarnakona. Honum hefur áreiðanlega fundist hann þurfa að leita betur í orðabókinni til að koma fyllilega til skila áhrifum og tilfinningum sem vakna hjá þeim sem kynnir sér og skrifar ævi og störf þeirrar kjarnorkukonu sem nú hlýtur heiðursviðurkenningu félags hrossabænda fyrir ævistarf sitt sem við hrossarækt. Með því orði er okkar kona kynnt í viðtali við Skessuhorn 4. október 2006 og fyrir þá sem vilja kynna sér lífshlaup Ólafar Kolbrúnar Guðbrandsdóttur í víðara samhengi en hér verður gert. Þá er einnig í árbókum hestamanna 1988 Hestar og menn merkilegt viðtal við Ollu sem vakin er athygli á hér. Olla í Nýjabæ er fallegt dæmi mannesku sem alist hefur upp við og löngum ástundað sjálfsþurftar búskap og sjálfbærni af þeirri gerð sem vera má að öll veraldabörn mættu taka sér til fyrirmyndar. Sjálf er hún fædd og alin upp á hestbaki. Hún tamdi hrossin sín og þjálfaði, járnaði og smíðaði skeifurnar. Hún var árabil ein örfára kvenna sem í eigin nafni stóð að hrossarækt og hrossabúskap auk þess að sýna hross sín sjálf á kynbótasýningum og í gæðingakeppni. Allir sjá nú hversu verklega brautin var rudd. Nú eru konur og ungar stúlkur nánast á hverju strái að blómstra í glæsilegum reiðstíl Ólafar í Nýjabæ. Reiðstíl sem einkennist af réttri ásetu, fumleysi og mjúku og átakalausu taumhaldi þar sem talað er við tilfinningar hestsins í gegnum tauminn eins og segir í borgfiskri hestavísu. Þetta brautryðjandastarf
vann Ólöf Guðbrandsdóttir meðfram hefðbundnum stórbúskap, óbuguð og án þess að kikna, þrátt fyrir heilsubrest og áföll sem gera mundi öllu hversdagsfólki þungt fyrir fæti. Eðli málsins samkvæmt höfðu Ólöf og hrossaræktarráðunauturinn margt saman að sælda. Samstarfið var gott, en bæði voru hreinskiptið og stundum orðkvöt, að minnstakosti með munnin fyrir neðan nefið eins og sagt er. Stundum hvesti því og ýfðust lognkerir vináttu og frændsemi sjóir, þótt áherslur og áhugi á kynbótunum færi oftar saman. Ekki síst áherslan á hreinan og góðan klárgang með fjölhæfni og samstarfsfúsri lund. Þær áherslur, Ollu, má lesa í áðurnefndum viðtölum. Hér verður vitnað í handrit Þorkels Bjarnasonar. Smánháta eignaðist Olla hrissuna Draugsu og út af henni eru Nýjabæjarhrossin komin. Nafnið á gömlu hefur á engan hátt dabrað flug afkomendana. Olla fór strax að fylgja eftir kynbótum á hrossastofni sínum og hefur stöðugt fært hrossin sín undir vönd kynbótadómara. Þá tamdi Olla lengi vel öll sín hross. Án þess að rekja það frekar er sanngjarnt að skjóta því að sá framsækni fóli Aðal, 6 vetra gamall, stóð í fyrsta sæti í flokki fullorðinna stóðhesta á Fjónusmóti 2005 á Kaldárnum. Ekki spilti það nú metnaði frúarinnar. Minnistæðust hrossa Ólafar verður mér þó alltaf fjörhrissan Lokkadís, Ófeigsdóttir 818 frá Hvanneyri, hálsgerðin frábærlega aðskorin háum herðum, Eyrun Djást sem of fátítt er enn í dag. Ganghæfileikarnir óskaperlur með háan fótaburð, gætir tábi og mýkt. Þetta skrifaði Þorkell Bjarnason. Draugsa setti ungu stúlkunni lífstíðar viðmið í hrossarækt og hestamennsku, en í þá daga skipti mestu máli að komast hratt yfir. Olla sagði, hún reyndist listahross og það var sama á móti hverjum ég hleypti, alltaf hafði hún vinninginn. Oftast fór hún á tölti þegar aðrir fóru á skeiði. Þetta sagði Olla í viðtali áratugum síðar. Lengi væri hægt að telja öll þau Nýjabæjarhross sem iðulega hafa staðið í fremstu röð, einkum á fjórðungsmótum á Vesturlandi og oftlega koma við sögu á landsmótum einnig. Uppruna hrossa Ollu má rekja til velheppnara eigin hrissna sem komnar voru út af landsfrægum stóðhestum eins og Varmalækjarjarpi, Nökkva frá Hólmi, Ófeigi frá Hvanneyri og Fengi frá Eiríksstöðum. Undan þessum upphafshrossum er svo löng röð eðalhrossa sem of langt yrði upp að telja hér. Að þessum arfi var hlúð með þrotlausu starfi og innsæi ræktunarmannsins sem verður að leggja sitt eigið mat á gæði hrossanna þótt hann verði líka að taka ráðum annara, svo vitnað sé beint í Ollu. Hér var minnst á Aðal frá Nýjabæ. Þá ungu vonarstjörnu sem ennþá var bara í mesta lagi farin að gefa fyrirheit það sem nú hefur komið á daginn. Olla hafði leitt eina af sínum óskaperlum, Furðu frá Nýjabæ, undir Adam frá Miðafelli og var heldur en ekki borginmannleg með þá ákvörðun sína. Útkoman var tímalaust göldrum lík og án efa hápunkturinn í langri ræktunarsögu kjarnorku konunnar sem hér segir frá. Aðall hefur hlotið svimandi háan kynbótadóm og heiðursverðlaun fyrir afkvæmi. Vegur hans og álit sem kynbótahess hefur farið ört vaxandi og þannig minnir Aðall á föður sinn, Adam frá Miðafelli, og afa sinn, sjálfan Hrafn frá Hólsmúla. Þessi staðreind er afar traustvekjandi og líkleg til að standa með Aðli langa framtíð, tryggja orðspor hans og jafnframt framhaldslíf alls þess sem Ólöf Guðbrandsdóttir hefur lagt til íslenskrar hrossaræktar á langri og farsælli starfsævi.
Það fer vel á því að ljúka þessari umfjöllun á tilvitnun í eigin orð þeirrar glöggu ræktunarmannesku sem stendur nú á heiðurstalli, mannesku sem setti ný viðmið jafna stöðu kynjana í öllu sem lítur að hestamennsku. Olla ræddi við blaðamann hugðarefni sín og komst þannig á orði að sá hestur sem gæfi mikla gæðinga og keppnishross hlyti jafnframt að gefa hross handa öllum almenningi, líka byrjendum og óvönum, jafnt konum, körlum og börnum. Olla klikti út með því að segja: það er fátt sem farið hefur eins mikið í taugarnar á mér í gegnum árin og orðið konuhestur. Ísland sé frjálst meðan sól gyllir haf. Ólaður Nýjabæ, innilega þakki fyrir þitt framlag til hrossaræktarstarfsins. Já, og þá er komið að lokum hjá okkur í dag. Við þökkum kærlega fyrir frábært en skrítið ár sem hafðist með samstöðu. Já, það hafðist með samstöðu sem er svo mikilvæg í öllu tilliti. En auðvitað vonum við að næsta ár, 2021, verði bara eðlilegt. Þá þökkum við kærlega fyrir okkur og verið sæl. Og verið bless.